fútból, Dr. Fútból heilsar One More Sleep í one-on-one basketball. Stærstu nöfnin í entertainment bransanum að fara að mætast í körfubolta. Gunnar Birgisson og Auðun Blöndal, þeir segja spáðir geta unnið hvort annan. Ekki segja neitt, nema hún getur bakkað upp og þannig erum við, aldnir upp við Hjálmar. Já. Hjálmar, þú varst að hvað verið spenntur. Hvernig heldur þú þetta fari? Ég er ógeðslega spenntur fyrir þessu. Ég held, ef ég að segja alveg segir, Gunnar hefði þetta. Já. Hann er bara með einhvern veginn, hann er með the whole package. Já, hann er með the whole package. Og ég sá myndir á hann vera að skjóta í gær. Já. Damn, I was impressed. Já. Það fallið stróka. Já, og ég er náttúrulega með körfubolta grunninn. Auðun Blöndal með körfubolta grunn? Nei, miklu minn en Gunni. Gunni er bara að sér hvernig hann skýtur. Þetta var aðeins hverju. Já, en maður sér bara, það hefur bara verið bara einhver djókar eða þjálfara. Því maður sér að þú hefur fengið þjálf, bara strókan og annað. Þannig að... Og líka bara hæpið í kringum þetta núna maður. Það er ekki smá spennan fyrir þessu. Sjáu þetta hérna. Já, hér er myndin góða af þeim fyrir one-on-one. Þetta er eitthvað ógeðslega flottar myndir. Já, geðveika myndir. Það er verið breyta búin að minka þetta. Þetta er upp í 7, þetta er ekki upp í 11. Gunni, þú veist að með shoot-aroundi í gær, feeling confident. Ég vil ekki bara láta verkinn tala. Shit, þetta er nákvæmlega sem ég vildi heyra. Það er nákvæmlega þetta sem ég vildi heyra. Jólabjórin í ár. Þið þekki bláa venjulega jólabjórin. Hér er það Liljul. Þetta er íslenskt hugvit. Þetta er bara til á Íslandi. Snjórinn fellur í dag á dönsku kráni. Þetta er Liljul. Hvað er þetta? Þetta er bjór. Heyrðu. Sem er að minna áfengismagn í honum. Já. Og þetta er sko Túborg í Danmark. Það er svo góð hugmynd hjá Íslendingunum. Þessu er bara, gerum þetta. Já, við skal gera þetta. Þetta er líka glútenfrí. Þetta er glútenfrítt, já. Sem að henta þér vel í þínu. Það er bara nákvæmlega. Herðu, ég var upp í Ölgerum daginn. Þeir eru bara eitthvað, herðu, þú ert ekki að æfa mikið. Þú ert líka mikið í aukaæfingum. Ég? Já. Þú bara kallar hérna aukaæfingar, flestir eitthvað, nei, er enga aukaæfingu. Þú mætir alltaf aukaæfingar. Hann hringir bara í mig og ég mæti. Ég get ekki sagt nei við aukaæfingu. Ef þú ætlar að ná einhverjum árangri og þarf að mæta þetta auka. Ég bara, maður hefur ágjörð að því sko að þú ert alltaf einhverjum aukaæfingum. Herri, ég meina aukaæfingu fyrir þig núna. Já. Þú getur mætt á dönsku krána og það er ganga. Það er jódei á dönsku. Ég var óska Ölgerinni innilega til hamingju með þetta. Þetta er óbúslega falleg vara. Liljul frá Túborg, bara til á Íslandi í takmörkuðu úrvali. Til að lukku með þetta Ölgerinn. Það er alveg þess virði að óskaðum til hamingju með þetta. Þátturinn líka auðvitað á YouTube, Giggo, auðvitað, hafið þið, sko, Gunni, ef einhver sem vill svona, ef einhvern skemmtir að steggjun eitthvað, þarf að láta lýsa leik eða gera eitthvað fyndið, bara þá myndum að þetta Giggo og segja, ég til í það. Allt fyrir pening, já. Allt fyrir pening, það er nefnilega málið. Allt fyrir laun, auðvitað átt von og öðru barni, fljótlega. Já, og þannig að það, ef við ekki segja allt sé hei í harðindum. Já, ég segja það. Og veist, hefur þið sótt svona eitthvað veistlustjóra gigg eða eitthvað Hjálmar í þetta? Í Giggo? Já. Nei, ekki ennþá, en ég þarf að skoða það. Hjálmar er með svona 700 DMs hver einustu viku. Ég þarf að skoða þetta. Það er svo margir sem halda þessu bara einhverjir, svo verður ég kannski einhverju Arsenal-aðdándur bara, getum við fengið þekktan Arsenal-aðdán til að horfa á leik með okkur. Þetta er bara brilljant. Mjög lítið mál, sko. Þannig að þetta er afskaplega skemmtilegt. Dr. Fútból og Dominos loksins er hún komin pizza með pepperoni og tvöföldum lauk. Þannig er hún. Laukur, pepperoni og laukur á henni. Og þetta er náttúrulega á þessum tímum þar sem allir eru með eitthvað flóknar pítsur í gangi og eitthvað bull. Þá komum við að fara einfalt. Þetta er brilljant. Er búin að smakka þetta? Ég er í svona, ég er í nokkrum eitruðum chatgrúpum og það var eini gær sem að sagði að ef að Hjörvar nær að koma þjóðinni í það að þetta verði vinsæl pizza, það er að segja pepperoni og tvöföldalaukur. Let's make him president. Sko þetta er hrikalega gott. Já, ég efast ekki til það, en svona ásýndin, ef ekki að segja, fyrir utan frábæra mynd af þér og ég sá hana með þess að bara, hún er í tengibyggingunni í Smárunum, þar eru svona flettiskilti og þar er risastór mynd af þér einmitt að benda. Það er svona eitthvað heimilislegt við það, en laukur, pepperoni, laukur, þetta er áhugavert. Já, ég er til að prófa þetta. Ég er alveg til að prófa þetta. Algjörlega stórkostlegt. Það sem þið vitið ekki er að ég sit nefnilega uppi með gám heima á mér á lauk af því ég átti og hefur núna tekist að seljast Amerikan stælenda og þú fluttir eitthvað lauk á eitthvað lágverði fekk hann á geggjuverði og seldi núna Dominos þetta
svo ætla ég að fara að tala með Bento og þá þarna með bara alla tres logos og alla þessi staði þannig ekki láta ykkur við bræða þó að lauksúpa verði súpan í þessum lauksúpa, ert að grínast það er vonað þegar með brauð og ost unga fólki mann ekkert eftir lauksúpa er góðu sko þetta er náttúrulega hrikalega gott til í þetta jólagjöfin sem ég langar í og aukur langar að gleðja á Dóttarfútból þá langar mér svona liftingasett frá fitnessport svona þríhyrningur, snirtilegt gengur frá þessu mest upp í 20 kíló það sem ég gerir þá bara pumpa ég og gerir bara oftar fleiri repetitions og svo supersetta ég svo supersetta það er með þá með einhverju öðru djúvöldu var ég samt heimskur í dag að supersetta kaðla ég var hérna í dag að supersetta kaðla brunin var slíkur mér langaði svo komast úr þessum bruna þá langaði, ég er að fara í skoðun þá fyrir í Tékkland þú ert búin að færa þig náttúrulega færa lið í NBA spurningin með tölvutek, hún er einfaldlega þessi og tölvutek með þetta allt fyrir jólin saman hvað það er þið segir báðir nafn eða bara eitthvað NBA-lið og finnið sameinan leikmann ég veit að þið haldið með sikkoru liðinu bara 1, 2 og Boston Celtics ok, að báður á sama tíma já, ég skildi ekki segir lið, segjum að ég myndi segja Washington og þú Chicago og geti svarið til þess að Michael Jordan skal sammála því tilbúin ég segi 1, 2 og, ekki þú 1, 2 og Charlotte Hornets Chris Paul á Chris Paul ekki leikið með Charlotte Hornets ég held að það sé rétt fyrir Chris Paul á leikið með Charlotte Hornets og Houston Rockets þú ert unreal eða náður þessu CP3 New Orleans Hornets New Orleans, það sagði Charlotte 1, 2 og Phoenix Suns Miami Heat Hassan Whiteside Býtu, þú ert með stærsta nafni í NBA LeBron, Phoenix Suns Býtu Hjálmar, come on Phoenix Suns og, hvað sagði hann? Á hann ekki leikið fyrir Phoenix Hvað var hitliðið? Phoenix og Miami Heat Phoenix og Miami Heat Halló Hjálmar Já, Amar Stöðumæður Nei, Shack Attack Jésús, vá En byrju, ef Amar Stöðumæður ef þú nær því, það er vel gert Jú, hann fyrir bæði Já, Gunni Amar Stöðumæður Vel gert, Gunni Birgis er nefnilega segur í söglu og hann er ekki bara góður í körfu heldur veitan körfubolta Þetta er körfubolta heili innan vallar sem utan Góð leikur Þú varst ekki að fatta Þetta er ekkit alveg svo skarpasti Nei En kláraði samræðu og beint inn í MS Beint inn í MS Ég náði 5 og það var Kristinn Fræðin sem bjargaði Jésu Það er ekkit í samræðupróf Var það í samræðupróf? Nei Samræðupróf Það var íslenska, danska, enska og svakaleg byrjun á þættinum Það er 8 mínútur linnar og ég bara fann að svitna þetta Sennilega var það ekki Hvað var það sem bjargaði mér? Það er verið stærfræðin Ég ætla að finna einhvernar, ég kem með þér Já, takk fyrir það, það eru á Ísland.is Já Nei, ég veit ekki Herru, við höldum áfram Við ætlum að fara á Páranka með Dynot og þeim munið kóðan góða, Doc 10 Það er bara verið að gefa ykkur pening Skiljið hvað við Þetta er bara djók Kaupa ykkur gjafabrif á 100 skall Borgi 90 skall fyrir það Geti borga 90 skall fyrir 100 skall Býtu, kann þetta liði ekki business Nýtið ykkur það Takk Já, heldur betur nóg að vera Hvað ætlar að Páranka fyrir mig, elsku Gunnar? Sko, mér datt í hug að því að nú erum við að fara inn í jólatíðina og áður en allir fara að tala jólamyndir, jólalög þá ég segi, að ekki bara vera að skrifa undan og vera með top 5 bestu jólalögin mín Er það ekki? Er það ekki einu vitið? Yes Þetta er líka Gunni, þú verður alveg gaggrindu fyrir að lista veist Ég veit það Verður alveg gaggrindu Já, og viltu hafa sleðan uppið það? Já, ég minnst alltaf gott að hafa smá svona jingle undir Já, gjör svo Sko, 5. Það er bara eitt óumdeilt ég held að við getum bara sett 5. og svo bara haldið áfram það er All I Want for Christmas með Mariah Carey það er bara óumdeilt áfram, vel gert 4. það er Óhelganótt
Í flutningi Kristjáns Jóhannssonar Í flutningi Kristjáns Jóhannssonar Það kjærlega verið að það besta það mitt jólalag með íslenska með þetta lifandi flutningur, þetta á Spotify þetta í Hallgrímskirkju Okay. Ég hlustaði einu sinni Wow okay. Herðu, í 3. sæti það aftur óumdeilt Last Christmas með Vam Já Ef það hefði ekki verið þarna þá hefði ég bara ég hefði alltaf hérna út Sko, ég söng einu sem fyrir vinkunum minna Last Christmas, I gave you my cock En hún var ekki hrifin Ég var að grínast Þú getur gert eða breytt lögum ef þú setur kakk í það þá gerur öll lög fyndin Ég ætla að fá að stela Herðu, númer 2 þá fer ég í íslensku deildina og það Gunni Óla, það Komdu jólin Komdu jólin Herðu, ákveðið Gunni jólaskap Vertu hjá mér Það jólaskap í smá stund Og númer 1, það léttur yfir jólin með Ríó Tríó Kópavogsbandið Koma dagar Karllegar samviskanagar Ég hef bara ekki heyrt þetta Þú veist ekki þannig Léttur yfir jólin ok Það léttur Aðeins í því jólin Talandi að vera léttur í jólin Þú getur fengið mögulega eitt jólabarn Gunni og hann var eitt mikill aðdándinn sem vildi gefa þér Tullamore Dew Irish Whiskey þannig að næstu verið kaffi setja smá pappa út Ég drekk ekki Nei, ég veit, en hann langaði að gefa þér þetta ekki bara skemmtilegt? Jú, þetta frábært það ekki? Jú Þegar voru tala léttur jólin kannski prófa að segja þess áfram bara skref fyrir skref bara smá ég þakka bara kærlega veitir hvað mitt lag? Það Driving Home for Christmas Chris Rea ég bara klukkan 6 á dag þá Driving Home for Christmas ég einn harðasti Driving Home for Christmas maður sem getið fundið getum við enda þáttinn kannski á óhelganótt bara látið hann bara malla undir lokin á þáttinum það er ekki mál ég kannski haft óhelganótt undir helgarandi please getur við gert það er allt hægt það væri rosalegt allt hægt ef maður bara vill að smass eða pass förum í það við búum í ímynduðum heimi þar sem að Hjálmar Örn á Tottenham ræður öllu hjá Tottenham ég ætla að setja nokkra leikmenn fyrir framan hann og hann á að segja smass eða pass og hann var að miða við núverandi leikmannahóp þetta norska nammið sem allir að tala ég ætla ekki að opna það núna því að þá fyrir að smjatta á því það var hagalegt daginn ég veit að það er hæðilegt og við glemdum okkur þar í græðkinni það er eitthvað sem þú aldrei gert aldrei nokkuð það er bara þú ert ekki með þetta græðkiskén hann er alveg saklaus það veist ég er ekki búin að opna túborgir ég er alveg því ég smakka aldrei fyrir hádegi ég var oft í þessum ferðum í gamla til Spánar og svo mamma og pappa alltaf að reyna að fá mig til að fá mér ég sagði alltaf ekki fyrir eftir hádegi það veit enginn hvaðan ég hef hennan aða ég er alltaf bara ekki fyrir hádegi það er margir sem byrja að pekka þetta kringum mig ekki fyrir eftir hádegi býðum með þetta heyri, við ætlum að fara í smass eða pass fyrsti leikmaður Hákon Haraldsson eigandi Tottenham gjör svo vel smass eða pass í Tottenham? Sko, ég ætla ekki að fara eitthvað Íslendingur, já ég ætla bara að segja að hann er það góður, já inn í Tottenham smass Jean-Philippe Mateta smass eða pass nei, þetta er pass þannig erum við bara sko, ég held þetta sé ekki að fara að ganga ég held þetta sé, þú veist, þetta er fínt að gaman núna en hann er ekki að fara næsta ári að gera neitt ég segi bara have mercy on me mercy on my soul en hann er flottur Nei. Það er rosalega mynd á hann fyrir þá sem eru að horfa vantar ekki mynd svona þessa hæð og þessa grind okkur vantar hann það strækir bara en ég held að Mateta sé ekki í svarið því þið ekki kannski prófanleikmaður í Job Bellingham því ég er bara með Tottenham þannig að þá seti ég bara Job því ég veit að Jude er ekki raun eftir þá seti ég bara Job sko ég get alveg sagt þér að ég er búin að fylgjast með strák náttúrulega lengi kannu tölvöld lengur heldur en kannski flestir og ég ætla að segja smash inn með hann ég ætla að segja smash hann er miklu betri en Dortmund hefur verið að láta hann vera
Hann búin að vera flottur Nei, hann ekki búin að vera en sko, en þetta ekki Þetta smass en þetta með að við núverandi aðstæð Þetta með núverandi miðjumenn átt Það væri geggjað fónin Ég segja það Já, hann væri geggjaður Næsti leikmaður á lista Elías Rafn Ólafsson markmaður svona inn í Tottenham hópin Þetta enda ríkala gott pikk Við erum í bullandi vesinni oft með Víkari og Finnsmanni samt hann búin að vera góður núna Já, en þessi hinn ég að segja það, varamarkaður núna ég alltaf Elías Hver áttu backup hjá okkur? Það er hann Tjekkinn, hann Já Stanek Nei, hvað heitir hann? Pappa spilaði í Rússlandi Já Þið keyptu hann í janúar? Já, hann er ekki nógur hann er komið að ljós núna í byggarleiknum Hann er líka svolítið lítill Já, mann finnst það allavega en Elías Rafn Ólafsson, ég held að hann líka komið bara hann er bara tilbúin að spila í meistardeildinni og þannig að það er ekkit vesen hinn reynda líka en hann getur ekki neitt Kinski Antonín Kinski Fáum Elías Rafn Ólafsson í staðinn fyrir hann Já takk, smash takk, það er smass Stundum var það pass Þið voru sáttir, ég heyrði það Mjög sáttur Já, bara heldur Ég heyrði það Þið voru sáttir, það er fyrir öllu Þetta er svo ekta fyrir hennar strák Aldrei að pæla í sjálfum sér Alltaf að hugsa hérna Alltaf á aukafingu líka Ég ætla líka að setja sjálfum mig í fyrsta seti í desember Já, Gunnar er alveg saman Hann er alltaf með sjálfum sér í fyrsta Það klikkar einhvern veginn aldrei Sólin rís upp á hvert morgun bara fyrir Gunnar Birgisson Hann er bara eins og þannig Einn af þessum dýfum íslensku þjóðarinnar H.S. Orka ein af þessum auðlindum íslensku þjóðarinnar og H.S. Orkumenn og Dóttur fútból vilja kíkja aðeins á Evrópu-ævintýri blika Ævintýrið er reyndar þannig að það er ekki ennþá komið mark en framistæðan var ágætt í gær gegn úkraínska liðinu Shakhtar Donetsk Hvernig var smárinn að taka í þessa framistöðu Gunnar minn? Byrjaði bröðsulega, svo unnuð er á Þetta var svo sem bara þú veist fyrirfram, þetta er bara svona svipað maður bjóst við fyrirfram Þetta var náttúrulega miklu yfirbyrður á boltan hjá Shakhtar en Breiðablik skapa sér stöður til þess að koma boltanum í netið og ég er svo sem, eins og segi, þetta Shakhtar Donetsk lið er ansi öflugt og það sást í gerð, hvað eru 14 brasilíumenn eða eitthvað? Já, algjörlega, þetta er frábært lið og maður má bara, þú veist, ég held að Shakhtar Donetsk sé besta liði sem Íslendingar höfum spilað við í einhver ár. Þetta er nefnilega, og þetta er líka svo merkilegt prójekt hvernig við tekist að halda þessu úti með allt sem er í gangi á þeirra sérstaklega á þeirra svæði. Þeir eru hérna á... Þeir eru bara á þeir eru í vílínu. First line of defense, sko. En ef maður skoðaði samt liðið á Shakhtar Donetsk, sko, nú er þetta ekki nein leið til að kasta rýrða ágætis úrslit hjá Breiðabliki. Það var að ljósta úr einhverju leikmenn hann sem vantaði, svona bara ef maður skoðaði byrjunarliðin í hinnuleikjunum, en þetta er auðvitað jafn leikmannahópur. Mér fannst svona barnalegt fyrsta markið, Bondarenko fær bara eitthvað frítt skot þarna. Mér fannst þetta skottæknin í því marki. Skottæknin líka í seinna markinu er, þú veist, boltinn svona einhvern veginn dettur svona þægilega fyrir þennan Elías þarna. Bara ógeðslega vel afgreitt bara professional finish bara svona mjög professional finish það er svona, eins og segi, blikandi komu sér í stöður sérstaklega bæði eftir 1-0 markið og eftir 2-0 markið að reyna að koma boltanum í netið en þetta var bara, eins og segi, miklu meira possession, herra XG bara allt svona svo sem eins og maður bjóst við, sko. Það er eitt hérna, sáðu þið sendingu á Viktor Karl út til hægri, svona miðbyggs, eða svona tímyndir eftir eitthvað. Það er einhver, nú vildi ég væri í sjónvarpi og geti sýnt þetta. Það var svona það sem ég kalla konfekt. Þannig að Óli var alveg verið að passa henni, hann var verið að meira direkt, hann snerti svo oft boltan í, stundum bara íta boltan mynda sinni og stað, ekki 3-4 touch og svo af stað. Nei, bara hausin undir. Bara attack with pace, bara fara utan á menn, endalust. Ég hefði alveg viljað sjá Viktor Karl byrja hann leik. Mér finnst Viktor Karl alltaf einhvern veginn standa fyrir sínu og hann hefur náttúrulega verið, hann var náttúrulega ekki heldur í byrjunarliðinu á móti Kups. Þannig að ég veit ekki hvort að þetta sé mögulega eitthvað lið sem að Ólafur Ingi er að tekna upp. Ásgeir Helgi náttúrulega komin inn í miðavörnina fyrir Damir sem að spurning er hvort að Já, hann verður ekki áfram í Breiðablik. Nei, hann verður ekki áfram í Breiðablik en spurning hvort hann ætlað, þú veist, hann á þá samt sem aður, þessast þennan og eitleik í viðbót. Mér finnst það nú meika alveg sens að eður hafa tekið þessi ákvörðun og endur sem ekki við hann. Að spila hann ekki. Já.
það er bara fullt fyrir Damir auðvitað orðin mikill Breiðabliks mikill bliki, en þetta er svo sem engin vinabransi og það þarf stundum að taka erfiðar ákvarðanir í þessu. Damir auðvitað vonast væntanlega til að HK hringi, bara HK make the call. Hvernig veist þessu hugmynd mín og það er allir að spila ungt að HK var að spila gömlum köllum. Minnst það geðvægt. Svo svona einn og einn ungur inn í lið, annarkvort meira og minna bara gamlir ungir og geðveikt gamlir. Minnst það frábærum mitt. Sektar eru tölvert betra lið heldur en Dynamo Kyiv eins og við séð í heimalandinu. Þið frá á núna? Þeir eru frá á, já, unnuð held ég bara í síðustu umferð, bara í deildinni 3-1. Samsungspor sem að Breiðablik að fara að mæta unnu Dynamo Kyiv 3-0 í Evrópudeildinni, í sambandsdeildinni, Samsungspor. Já, Dynamo Kyiv í gær unnu hvað 6-0 helgina. Það er svo sem skiptir ekki öllum máli. En svo var líka bara, þú veist, áhugaverð úrslit að kups. Ég ætla að fara í, ef ekki bara fara í restina hans. Jó. Þið þekkið þetta lag. Þið þekkið þetta. Já, þetta er sambandsdeildin. Þið þekkið hana. Já, maður er farin að kynnast henni ansi vel. Byrjum samt á Evrópudeildinni. Ég vil byrja á Evrópudeildinni og gera það með krambúðinni. Já, púðar á betra verði hjá krambúðinni og orkudrykkir. Ég fer í hófgerði og nýt lífsins í leiðinni. Það var auðvitað í Evrópudeildinni í gær kannski það sem maður hafði mestan áhuga á var leikur Bologna og Brann. Já. Hann fór 0-0, Brann voru einu fleiri í 70 mínútur en samt helvítið flott úrslit hjá þeim. Já, frábær úrslit. En maður sá samt að þetta Bologna-lið þeir voru betri heldur en Brann þó þau var einu. Hvað heldur sem munurinn á budgetinu þarna? Það er rosalur. En ég bara segja að þetta leikur hefði, ég held að Bologna hefði bara unniðan 2-3-0 eða hefði verið 11 á móti 11. Gunni, ert þú brannmaður í norska boltan? Já. Eftir að Freysi tók hana við. Já. Ég var alltaf Vålerenga-kall. Já, svo varst í Haugasundi smá stund. Já, svo fór ég náttúrulega yfir í Haugasundi smá stund en það er svona meira hlegið þar núna. Já, þeir eru unni í síðustu umferð. Já, en þeir eru náttúrulega fallir fyrir viku síðan. En nú er ég bara gallharður brannari. Sko, það var auðvitað þessi leik. Og ég verð að komast á leik í Björgvin. Já. Það verður ekkert mál að reyta á því. Midtjylland unnu Celtic 3-1 maður bara sá þessi Celtic lið mæta K.R. og Stjörnun og við áttum aldrei séns og þetta leita einhvern veginn svo illa út. Nú eru bara Danirnir bara þægilegt, Elias bara þægilegu 3-1 sigur. Erum við hættir að ræða Brann og Bologna? Já, gjör svo við vorum að tala munin á budgetinu. Ég var bara á setna stökkvinn 200, ef við förum bara á transfermarkt og skoðum virði leikmannahópana, það er 272 á móti 32 milljónum evra. Þannig að það er smá munur þar. En það sem er leiðilegt við þetta er að þegar rauðarspjaldið kemur þá deyr leikurinn svolítið drottnir sínum. Af því að hann byrjaði frábærlega og jú, ég sammála hjá að Bologna byrjaði aðeins betur. En Brann fengu samt sem aður alveg sensa og voru flottir framboðið. Eru náttúrulega notast við Bortfinnið þarna upp á topp núna eftir að Sævar meiddist. En það er mikið af öflugum leikmönnum í þessu Brannliði, en Dingeland í markinu Matthías Dingeland var nú eiginlega þeirra besti leikmaður í lokleiksins. Gerðu það vel, ekki spurning. Ég var farin hann í Midtjylland Celtic og sko, ég sá daginn þegar ég var í Bretlandi, ég var að horfa sjónvarpæðar að Martin O'Neill er hann gamall maður og Steipan er farin að harna. Hann er hann stjóri hjá Celtic. Sko, hann var í svona þætti þar sem var verið að tala mann via satellite. Hann satt hér og fréttamaðurinn var hérna. Og fréttamaðurinn var alltaf að spurja þann sem var hérna í skjánum. En Martin O'Neill var alltaf að gjamma honni af því hann held að væri verið að tala við sig. Þetta var svona svo elliær. Og ég var bara svona og svo var bara einhver á Sky sem var alveg bara nei. Svo 20 sinna verður hann þjálfari og ég sagði, þetta gæti orðið. Ég held að þetta sé einhver algjört komedi í gangi hérna. Hafið þið eitthvað lesið tíma Christian Góðs fyrir Tottenham stjóra þegar hann mætti sem gamall maður til Schalke? Nei. Ok. Það er svona hilarious stuff. Hann bara svona það var nógu slæmur hjá Tottenham. Já, það var svona eins og maður dregin úr fortíðinni sem að kemur, það er búið að gera þetta bíómynda 100 miljónum sinnum. En ég held að það sé svolítið það sem er í gangi hjá Celtic þessar mundir. En Martin O'Neill er ekki búin að gera eitt heil lengi. Hann er bara tímabundið þangað til að þeir finna einhverja lausn þegar ekki á þjálfaramálunum. Hann var ekki ráðið til frambúð. Hann og Sean Maloney. En
er skoski bolti, þú veist, er skoski boltin í einhverju lægð? Hann er í megalægð. Við slum ekki tala skoska boltin í lægð þegar loksins kannski geti einhverju aðri unni en Celtic að Rangers. Við verðum að breysa það. Við erum að sjá Rangers í neðsta sætinu í Evrópudeildinni. Þeir áttu ekki breyk á móti Róma. Ekki í eina sekundu, sko. Þeir eru með 1-8 í markatölu eftir 4 leiki. Celtic eru 27. sæti. Er ekki Æsland að fljúga til Edinborgar? Eða einhverju að fljúga til Edinborg? Þetta er klukkutíma og 50 mínútur flugið og nærði ekki einu seifi í fútbolmanns. Nei, og það nærði samt svona 3 gin og tónik. Þeir byrja server oft svo seint eftir að flugulega fyrir loftið og það er eitt af því sem við getum bætt. Það má laga. Rúla vagnum strax út leið og það komið sætisbelta ljósið en farið af. Þannig er það í Saudi. Bara leiðu að fara upp þegar þeir eru svo þyrstir að þeir með ekki fá sér í heimalandinu. Þannig að hún má ekki vera bara Það er bara að skoða Evrópudeildina, það er það voru fleiri leikir, það voru nóg af leikjum. Malmö töpuð á heimavelli fyrir Panathinaikos, var ekki Sverrir í aðhlutverki þar. Rauða stjarnan vinnur það var Giroud og Hákon á bekknum. Það var svona furðulegt, hvíla. Sturm Gradsson og Forrest gerði eftir það sem að hann klúraði víti að Morgan Gibbs White. En þetta er svo sem ekki eitthvað mega spennandi allt saman, en Rangers á heimavelli töpuð fyrir Róma. Átti ekki séns. Gamla Íslendingarliðin Stuttgart og Feyenoord. Þarna hefði við átt að vera með Ásgeir Sigurðsson og Pétur Pétursson að horfa saman á leiki. Hér það næst, Antoni auðvitað refsaði Lyon. Því vil hann góður í fótboltamaður. Þetta er bara kóngurinn í það. Og við ætlum að kíkja síðan hérna aðeins í aðra Evrópukeppni sem ég veit að mörgum þykir væntum. Já, ég er að tala um sambandsdeildina. Já, ég er að tala um sambandsdeildina. Þar sem samböndin styrkjast milli landa. Já, við rættum að það lítilega Aston Villa leikinn, það var svona meira það sem að gerist utan vallar þar. Ræðum það sem gerist innan vallar hjá Kjarnafæði, því að pepperoni fyrir Kjarnafæði, ákveður það svona gott. Það sé ekki af því að það er Kjarnafæði pepperoni. Hvaðan koma Hamrún Spartans? Völdu? Þetta ertu með? Hann er segur í þessu. Af því að ég held að þú ítir á þetta lið á fótmál. Það kemur ekkert. We have no information. Það er ángríns. Það er bara ótrúlegt. Þetta er ekkert lítið lið, sko. Í þessu landi. Rosaleg pressan hjá Crystal Palace í gær á Hasse Dalbar. Ágætur lýsir sínar á hann leik, hann verður að læra reglurna betur. Mér finnst alltaf erfitt af því að hann var alltaf að tala um rángstöðum, maður sá allan tíðan að Mark Gahey var ekki rángur, það var Sar sem var rángur og það er svo oft sem maður lendir í þessu. Ég man eftir að vera að horfa á eitthvað kvennamót þar sem að stelpa gaf tilbaka með lærinu, þau skildu bara ekki að hafa ekki verið dæmt á óbeinu aukaspilna, bara lærum reglurnar, virðum boltan minn. Ok, ég er líka með fljótar að sjá þetta en alltaf þetta lið sem er að lýsa þegar þetta Marseille Atalanta þegar hann var að benda á miðjupunktinn var ennþá að skora þetta en hann er búinn að benda Hjöpsinleikurinn 1 með varvélina mína sko. Mér finnst það svo geggjað í afmælisgjöf, varvél það sem ég set bara atvik í live er með mitt eigið var. Það er svo gaman að koma til þín einhvern veginn og fá að setja ykkur atvik inn. Það sem ég sjá bara, það er snerting, ég er alltaf ímynda með Nær að tekna línur og... Nei, ég kom með semi-automated. Ég kefti með öllu sko, þegar hún er aðeins dýrari. Tölvutek. Mainz Fiorentina 2 þar sem að Albert Guðmundsson spilaði ekki með liðinu, hann verður eins og klár helgina. Það gengur ekkert hjá Fiorentina. Nei. Rosalegt. Svo er það Kups náttúrulega sem að Breiðablik gerði jafntefli við 0-0. Þeir taka Slovan Bratislava og pakka þeim saman 3-1. Bratislava komst yfir. Lið sem að Breiðablik voru miklu betri en þess. Já, miklu betri. Ekki það að svo sem aftur það vantaði nokkra leikmenn í kupsliði þar en engar síður bara hörku framistæði á leikunum á Laugardalsvelli. Getið ítt aðeins á leikin hjá kupsurunum því að það er þarna lítill strákur sem er svona fæddur 2006 eða 7 sem er lýst djöflunum betri á númer 34, Rúpi Otto Rúpi, hann er 19 ára fæddur 2006 hann er svolítið pínu einkennilegur í útliti ég má segja þetta þegar í Finnlandum mun aldrei heyra þetta en það er eitthvað við hann
Það eitthvað við þennan blessaða dreng sem að fættur 2006 með svona sætar bollukinnar. Ég alltaf, ég langar alltaf. Veist, ef að Gunni væri ekki með þetta skegg sitt, þá væri hann með. Mér finnst hann aldrei sætari en það er rjóður í framan. Eplakinnar svona aðeins bollu svona. Man langar til að ég sammála þér. Það alltaf að koma við. Hann með flotta bollukinnar, Otto Ruobi. Sérðu hvað hann getur spilað? Já, wow. Right, midfield, right, winger, attacking, midfield, striker, left. Ég get sagt ykkur eitt samt, þegar ég sé þetta í fútbolmanager, ég þolið ekki. Ég vil bara hafa striker, midfield, left, DM, ekkert svona kjaftaði. Þegar ég með minniliðin, þá vil ég sækja svona leikmann. Ég þolið ekki. Þegar ég með minniliðin, þá vil ég geta rótaramönnum í stöður. Ég vil bara hafa eina stöðu. Helvíti skemmt þetta heyra með 7 tilbúinir þetta. Nú, Dínamo Kífurnu að það sér ínski móstar sem eru nú Íslandsvinni Hekken töpuð á heimavelli fyrir Strasbourg. Það var ekki óvænt. Það var ekki óvænt. Lech Poznan töpuð fyrir Rayo Vallecano eftir að hafa verið 2-0 yfir. Já. Það var ekki eitthvað rosalega úrslit, var það í Evrópudeildinni, það sem að írsk lið gerði 1-1 jafntefli við AEK. Það var var ekki 1-1 AEK á móti Shamrock. Það er heldur góð úrslit. Luka Jovic, Real Madrid spilarinn, hann jafnaði fyrir AEK. Shamrock bara sama gæði og íslensku liðin, þannig séð. Aðeins verið með harðir. Það eru geggi úrslit. Djöflinum harðari og svo. Það gleymi aldrei þegar ég fór á hvað heitir aftur völlur þeirra? Talakt Stadium. Já. Og maður horfði á blikana fljúga þar áfram. Já, ég var á vellum. Það var mikið stemming. Ég fótti Bangor 93 á Bangor Skæin. Já. Og var ég að vinna á Molde í Wales á hóteli. Já. Og það var undarkerminni mitt svona, þú veist, það var indi tótt og ég maður ekki. En náttúrulega ég mætti. Það var geðvegt. Og var það pappiðin sem sendiði það út til Englands bara til að læra ensku og því að það getur verið góðu business, já? Já. Er það? Já, bara við fórum að vinna á hóteli. 94? 93. 95. 94. Já, ágúst 94. Já, þarna var ég. Pæli þessu maður. Þetta var sérstakt. Og sigur hjá Skagamönnum. Siggi Jónsson. Heilsaður upp á leikmann Skaga? Nei, ég fór á pub áður en leikurinn var í Bangor og Bangor er bara hardcore, bara Norður Wales, bara vinnu, bara námumenn nánast. Kom inn og voru allir í bólum eitthvað Blue is back in Europe, eitthvað svona sko. Og Gaurin sagði mig, ekki sé orð. Sjá með mér, ekki sé orð. Ef þið spottaðu sér Íslendingur að lemja þig. Þannig ég pantaði ekkert það var önnur veröld fyrir 30 ára síðan allt annað veröld sem var en þetta var geðvegt að vera en hvernig náður að pikka upp ensku þannig? Já, ég tala mjög góð ensku í dag virkilega góð Oxford það var þetta líka í Oxford hvernig var veðrið þar? Það var bara drizzle, light drizzle allan tíma þið finnir light drizzle allan tíma ekki úði? Nei, bara aðeins meira en stillt, aldrei rók ég elska það er besta veðrið, það er búið að kanna það held ég við þurfum að Hjálmar í Bretlandi það er eitthvað sem þarf að kanna mér við þurfum að taka ferð saman ég gæfi ángríns, ég gæfi útl það er verið að plana núna ég er alltaf klár ángríns að fara út helgina, ekkert mál ég hef ekkert reyndar Rauður Blöndal myndi sína því skilning nei, hann myndi reyndar ekki sína því skilning það er reyndar stór viðburður núna helgina ég verði að vera heima nú þetta er þar í helgi á Íslandi nú, ég veit ekki hvort að þið hefur kynnt ykkur besta bitan en besti bitin er nýjung frá Samherja þetta fæst í krónunni besti bitin eru þorskhnakkarnir geðvegt það eru þó ég sé ekki á því að nauta lundin sé endilega best þá myndi ég segja þetta verið svona lundin af þorsknum þetta er það mjúka og Gunnar borðar þú fisk? Ég borða mikið fisk, Albert Ingersson borðar ekki fisk það er bara galið og ég borða alla tegundir þorskur og hissa ég borða allt saman það getur hvaða búðingur sem er gert þetta og svo finnst mér oft gott að narta í steinbítsróðin harfiskin en borðið þið róðið? Já. Ég borða allt saman, það er allt klárað á diskunum mínum ég borða róðið það er bara svona það eru vítamín það voru áhugaverðir fréttir í gær það sem sagt frá því að Pálmi Rafn markmaður Víking sem stóð sig bara vel með liðinu í sumar hann er hættur í fótbolta þetta er ekki dótt sem menn bara og hann er náttúrulega strákur sem hefur gert rosalega vel með hjá Wolves og auðvitað besta lið Íslands líka en hann bara hefur ekki áhuga á þessu. Nei.
Já, svona, nú ég að stytta þetta svolítið svona Jú, það er bara, já, það er inntækið í það sem hann segir við fótbolta.net Sæbjörn Stenga ringir í hann og segir að þetta hafi verið ákvörðun sem hefur verið lengi í mótun hjá honum og sko mér varst það geggjað með Víking þegar hann tók þetta núna, mér varst það frábær Já, hann dettur náttúrulega nú liðinu eftir Bröndby-leikinn og þá svona einhvern veginn byrjar þetta rönn hjá Víkingum það lætur þá ákvörðun líta allavega skringilegra út þann dag í dag Hvað? Það er að segja að spilunum Nei, ég meina, þú hlýtur að sjá á leikmanni sem að er ekki 100% on þú hlýtur að sjá á leikmanni sem að hefur ekki Þú serð alltaf á leikmanni sem að hefur þennan genuine, þetta drive, þetta passion þú serð það í augunum á honum sko. Já, þú veist Ég er ekki svo viskunni Menna að fara ekki nú skilna sko, bestu vinnur að fatta það sko. Já, ertu skilin? Já, mánuðis Frábær punktur Ég er bara frábær punktur Nei, en ég meina, hugur ekki í honum alveg klárlega að allavega segja þá bara stopp, skilur, setja punktin hérna lífið eru stutt til þess að gera eitthvað sem mann finnst ekki gaman og það er líka bara þannig að ef maður hefur gaman að einhverju þá gerir maður það enn betur þannig að maður líka veltir í fyrir sér á hinn veginn það sem ég var að leading up to að hvað ef að áhugin og allt það hefði fyllt út þegar ég meina eins og þú segir, hann er spilandi fyrir besta lið Íslands Hann þarf bara að vera nummer 1 Hann bara að finna sér líð að vera nummer 1 Hérna kolrugla dæmi og flesti markmenn þeirra hætta þeir sakna held ég ekki rosalega sko, þú veist, ég alhæfa hérna núna að þú veist svona leikið, þú ert svo þetta er svo mismönd, þess vegna öfunduðu svo mikið strákar sem að verði ekki stressað eins og Joe Hart, hann hljópar inn og hún var alveg sama bara og byrjaði að rífa niður einhverja fyrirgjafir og gera eitthvað mistök og hafði engin áhrif á en þú veist, þú ert alltaf með hennan magaverk fyrir leik og daginn áður en leikurinn að kíkja á veðurspán og vonast til að vera frestað þú veist, það er bara einhvern veginn drauma scenaríu eða eitthvað svona Íslandsmótið byrja viku seinna maður er að fela þetta náttúrulega maður sé svona stressaður fyrir þessa leik af því að þú veist, í marki þá ert alltaf bara einu mistökum frá að vera eitthvað YouTube sensation bara er það búin að sjá marki sem og bara maður hefur nú gert önnur eins mistök sko en að ná aldrei að njóta þess að vera í marki þú veist, í dag, þú veist, vitsi það eru 1000 manns á vellum, það er öllum drullu saman, það er búin að gleyma þessum leik í kvöld sko það er líka svona unga fólki þarf að vita það er allir búin að gleyma öllu strax í þessu samfélagi sem við erum í dag sko. Það er alltaf hrúast inn svo mikið upplýsingum það man engin eitt Nei, það man engin eitt sko þannig að hérna taka þessu minna alvarlega Já, hann kannski, hann mun finna gleðin á nýtt ég er með markmann fyrir Víkingana bara mest solid, safe hands backup markmann sem þú getur fundið Aron Snær Ertu ósammála? Nei, ég er ekki ósammála en hérna svona með við umræðuna oft á tíðum markmenn hér þá finnst mér þetta skrítið einhvern veginn mér finnst Aron Snær frábær markmaður Það er bara solid bara solid markmaður Hver er þetta ósammála? Það er alltaf nefnt hann hér bara eins og Messi hann er bara solid svo er bara gæi með 5 Íslandsmeistaratitla og 2 bikarmeistaratitla sem er einhvern veginn það bara er ekki eitthvað upp í skeitunum á Stjörnuvelli Nei, hann átti verið það en Anton Ari er ekkert að vera í Víking sem varamark hann er alltaf góður í það ég var bara að reyna að koma með eitthvað varamark en heldur hann enni á þessum aldri ég er ekki að fara að byggja Fredrik Skram eða Anton Ara að fara í baka ég skil ekki punkti bara umræðan markmenn hér já, ok, gott að vera en heldur Aron nenni að sérstaklega með nýjan talara í Njarðvík ég myndi fara að nota og berjast við Ingvar já því að Ingvar hefur verið að meiðast það getur alveg opnast eitthvað þar og þegar 37 ára er líklega til að meiðist það er alveg rétt þannig að ég held að myndi meika mikið sens en ég menna Aron er 95 eða ekki? Hann er ekki 30? Ég er 96 eitthvað bara þú veist og þú veist hann er ekki að fara að klóra allt úr skeitunum sko fyrir þig en hann er að bara fara að standa þarna og gera bara fengt Aron mjög öflugur markmaður sko Já, spennandi Já við skulum skoða hann er 97 tekur það mig bara fínn aldur 97 MTL MTL ég nota það hann kemur úr bílunum model þetta kemur úr bílunum það kemur úr bílunum við skulum fara yfir í ekki bara fara okkur yfir í enska boltan því að volti með Dr. Fútból í enska boltanum fara sendt heim líka þeir vantar mat þeir vantar brauð, mjólk þetta klassíska þeir geta síðan það líka stórleikur umferðarnar er án Eva á Etihad vellinum
þar sem Liverpool kemur í heimsókn og mætir heimamönnum í Manchester City. Það eiginlega allir heilir hjá City nema, og þetta stórt nema. Já, Rodri, það ekkert búið að gefa út það hvort að hann sé heill eða ekki, en hann var allavega ekki í hóp í miðri viku, þannig að þeir eru nú auðveldan sigur á Dortmund. Ég meina, Gunni, ef þú veit bara hlustar aðeins bara smástund svo múttu að fara aftur í síma. Þessi krakkar í dag eru unreal. Sko, hvort liðið vilt að vinni? Vil ég að vinni? Ég meina, þú ert að horfa hann að leika út frá Arsenal með Arsenal-lögunum þínum. Hvað viltu að gerist þarna? Jafntefli. En ef ég þyrfti að velja eitt lið, þá myndi ég líklega taka Manchester City. Að þeir myndu vinna? Já. Ok, ákveð. Því að ég held að það sé líklegra að Liverpool, þetta Liverpool-lið, mér finnst líklegra að það geti, þú veist, þegar það finnur taktinn, að því að aftur munið að finna taktinn. Já, við erum búin að fara yfir það margóft að það eru náttúrulega mjög miklar breytingar á þessu liði. Já, en þannig að þú vilt frekar að City vinna en Liverpool? Já. Ok. Þú ert þá að tala um að það ekki sem stuðnum sem var Arsenal. Já, ég meina, þú horfir á þetta á þennan leiks þannig. Já. Þú ert ekki bara eitthvað að taka niður tölfræði, þú gerir það bara eftirleik. Og ég held að City vinni á sama tíma. Ok. Þannig að ég held að, þú veist, sérstaklega eftir áramót þegar Liverpool verður farið að finna aðeins betur taktinn, þeir þurfa náttúrulega samt, þú veist, að vonast til þess kannski að Sala fari kannski ekki alla leið á Afcon. Og svona febrúar-mars myndi ég halda að Liverpool gæti alveg tengt saman bara 8 sigrar í röð. Hvort liði getur elt Arsenal, Liverpool eða City? Ég alveg handviss að City sé bara konur í gang. Ég held myndi alls ekki að City vinna þann leik. Skítrættu við þá ef var Arsenal með. Sko, ég er í samanmála þú. Ég sé bara Arsenal liðið, sko, ég veit að það er fáránlegt við sem að ræða hérna City, Liverpool og við sem að ræða Arsenal. En það er auðvitað liðið til elda. Og ég sé bara ekki eins og staðan okkur núna, því Arsenal eru svo breiðir. Það er svo mikil breytt. Já. Þú veist, ok, eina leiðin til að ég sé Arsenal klúðra þessu er ef Arsenal fer í squeaky bum time. Já, því að þeir hafa oft kastað þessu frá sér þar. Já. En ég bara sé ekki að neitt komist nógu nálægt þeim til að fara í squeaky bum time. En þú nefnir upp á brettina að, þú veist, ég meina undir öllum venjulegum kringumstæðum, ef Arsenal væri ekki að ganga svona vel, þá væri náttúrulega flest allir að tala um það að hálft liðið meitt, sko. Það er hálft liðið að díla við meðsli. Ødegaard, Havertz, Jesus, Martinelli, Madueke, núna Viktor Gyökeres. Ég held að flest lið myndi alveg sakna þessara leikir. Já, engin spurning. Og það er sem við erum talað. Já, ég er að segja, já, klárlega. Það er rosalega breytt. Þetta er svakalega breytt. Hvað vitum við um Rodri akkurat núna í þessum leika móti Liverpool? Myndu þau byrja með Cody Gakpo? Já, hann er bara í staðinn fyrir hvert frá því meiri viku. Ég nefnilega nenni ekki að heyra bara já, ég vil heyra af hverju. Já, það er bara mjög gott. Ég hef svo sem sagt það að bara bestu fremstu þrír eru Cody Gakpo, Hugo Ekitike og Hugo náttúrulega verið í vandræðum undanförnu. Já, ég veit það, en ég er handviss um það að þessi fremstu þrír og Sala út í hægra megin að þetta séu bestu þrír fremstu hjá Liverpool akkurat núna. Já, við mögum eftir að sjá svona hvað gerist svona sem ekkert örugt með Rodri. Skiptir auðvitað miklu máli fyrir þá Pep Guardiola. Já, ég bara veit ekki hvort að blaðamannafundurinn sé búinn ákveðat núna, en ég bara get ekki sagt um þetta. Nei. Þið haldið báður að City vinni ég vona að það City vinni og hann vonar að City vinni sem er alveg furðulegt. Þannig að hann heldur að Liverpool geti elt á. Sást ekki leikir á móti Liverpool voru frábærar á móti Real Madrid. Já, við vorum móti Real Madrid. Það voru frábærar á móti Real Madrid. Ég held að sé við sem konum svolítið skrítin staði í enska boltan núna. Evrópuleikinu er svo léttir. Ég var bara að horfa á Newcastle á móti Athletic á. Þetta er bara asnalega létt. Það er eins og þessi heimaleikir fyrir þessi ensku lið, þeir eru bara þægilegir. Það verðist bara að vera staðan. Já, þetta er svona hálf rugla, bara eins og að maður sé Nottingham Forest vinna bara eitthvað kósi 2-0 sigur á Porto. Svo gera það núna líka tefli. Svo gera það núna á Sturm Graz. Já, útivelli. Já, en þetta er á rétt. Eðlilega kannski, ég meina, Eðslan í ensku úrvalsdeildinni gerir það náttúrulega bara verkum að þetta var sterkasta deild í heimi en núna er þetta langsterkasta deild í heimi. Það er svo miklu peningar að það. Já. Þetta verður gaman að sjá. Ég ætla að fara á völlin, ég ætla að vera þarna og verða á sín fyrir leik, hálfleik og eftirleik. Ég ætla að fá að tala bæði við Pep Guardiola og Arne Slot.
Við Hjálmar verðum síðan saman í Doxon á morgun. Það verður svakalegt. Og ætlum að horfa saman á Tottenham Manchester United. Já. Maður kíkja á þann leik og þá ætla ég líka að södra á Happy Hydrate kreatífinu. Og þetta komum við inn í þetta. Já, ég þarf að prófa þetta. Þú þarft á þess að halda líka. Já. Þú hafa kamerunnar á okkur meðan við horfum á hann leik og ég ætla að fagna í andlitið á þér. Þú heldur það? Ég held það, já. Annars sæti undir, ef Manchester United vinnur þá verða þeir í öðru sæti tímabundi. Tottenham líka, ef þeir vinna. Já. Talandur létta leiki. Tottenham fekk arfaslagt FC Kálið. Þetta var rosalega lélegt lið maður. Já. Það er bara ríkalt. Ég alveg tala þetta bara lélasta lið sem komið á Tottenham Stadium bara lengi. Já. Og þessi markvörður, við minn góður. Sko, Rúnar Alex inn með þig. Hvað eftir hverju að bíða? Ég bara skilið þig, þetta var ræðilegt. Hvernig fer þetta í gamla Arsenal-mannin að sjá þetta? Hvað? Að Rúnar Alex sé ekki. Fara það Símon, að Rúnar Alex sé ekki hérna? Já, markinu FC Kálið. Það pyrra mig ekkert eðlilega mikið. Það pyrra mig ekkert eðlilega mikið. Ég vil sjá hann í markinu og aðeins að leyfa honum að komast aðeins svona í takt með FC Káliðinu. Ég held að þetta geti verið eitthvað svar fyrir þá. Við skoðum hérna líklegt byrjunlega á skjánum núna, Hjálmar. Já. Viltu, sko, með Kolomoani, Odobert, Simons og Johnson. Viltu sjá þetta svona? Ég veit það eiginlega ekki. Sko, það er eitt hérna. Johnson skorar alltaf. Já. Menn er rosalega stuðnings með Tottenham ekki hrifnir á honum. En hann skorar alltaf. Mér finnst hann alveg fínn. Svo getur hann átt að algjöra stingar leikja sem bara getur ekki tekið við boltan. Já. En svo er eitt í þessu, Kolo. Það er í svo vandi eitthvað smá svona, ég veit ekki hvað, að við síðan eitthvað spila. Randall Kolomoani, það er rosalega móttakan hjá honum í þessum. Geðveik, þú veist, það er bara ein móttaka. Það vandar eitthvað í hann svona, en hvernig var fyrir staðinn? Richarlison, nei, hann er gjörsalega búinn, tekur víti af honum hérna Scarlett og bara tekur bara vítið á hann, tekur vítið og skýtur í slanna, ungur strákur. Þetta er svo kjánalegt, þannig að þetta er svona, hann Richarlison bara búinn, hann er ekkert að spila meira held ég. En okkur er tíðrætt sko XG-tölfræðina. Tottenham tapar XG-bardugum leik eftir leik eftir leik. Hræðilegir á móti Chelsea. Það er bara með því verra sem ég hef séð. Já, það er bara versta sem ég séð. Já. En þetta er, sko, ég held að þessi leikur er bara, allar liðin að vera í topp 4 eða allar að vera í 4. til, eða 5. til 9. seti. Já. Þetta er bara þessi leikur. Nú er það bara kemur að ljós, hvað allir þessi lið að gera? Já, nú kemur það í ljós. Það er náttúrulega út frá síðasta tímabili, bara hörkuflott niðurstað. Já. Þessi leikur, Manchester United auðvitað koma eftir frekar slæmt jafntefli á móti slöku Nottingham Forest liði. Menn að stilla liðin upp. Harry Maguire verður að byrja hann að leik. Hann verður, ef þið ætlið eitthvað tjens, hann verður að vinna. En hann byrja líkast ekki? Jú, hann verður að byrja. Hann bara verður að byrja. Taktu nú Lenny Jóró út úr þessu og hafðu Harry Maguire að inni, Mikki Van de Ven, hann er að spila eins og leikmaður sem á að spila á herra levelin Tottenham. Er ekki Lenny Jóró einmitt leikmaður fyrir Amorim og þetta 3-4-3 kerfi? Já, það þarf að verjast þarna föstum leikaturum, þá voru að taka annarkvort Sjó eða Jóró út. Og Dóki byrja núna senna líka, staðan fyrir Spence þarna, ég hugsa það. Þetta verður áhugavert. Hvernig leiði þér að sjá leikmenn Tottenham blanka Thomas Frank? Bara svona fyrir mér var það upphafið að endalókum. Nei, þeir fyndið. Kemur eitthvað eitt vídeo og einhverju stúku og segir ekkert alla söguna, svo er menn bara búin að byrja afsökunar daginn eftir. Menn eru bara í hitar með eina sem ég fannst við þetta svona, ef þeir geta gert þetta á þessu augnabliki, hvað gerir það þá, þú veist, meira? Og veist, þetta var svona aðeins svona authority vesen. Vakti þetta áhuga? Var aldrei kent virðing upp í Árbæ? Jú, já, við erum virðing fyrir ákveðna aðlum bara upp í Árbæ. Já, en ég meina, þú bara berð alltaf virðingu fyrir þjálfarinu. Var það ekki? Jú, en þetta lítur samt aðeins út eins og, veist, þetta hafi verið gert aðeins meira úr þess að það var. Svo vinnum við þannig að rústum FC Kaupmannahafninu besta liðinu á Norðurlöndunum núna. Það er ekki 7. sæti í Súperlíkunni. Nei, 4. sæti. En allavega ég er að segja það. Já. Mér finnst þetta ekki fallegt allavega. Nei, þetta er góð vídeo sem þeir sem eru að horfa núna þá er svona búið að gera nokkuð góð vídeo í kringum þetta. Já, það er gervigreindin, þetta heitir deepfake. Já. Afsakið þetta, þeir sem eru að hlusta þá bara verðið að taka þáttir á YouTube. Þeir eru að horfa svona gervigreindastöf. Þetta er vel gert, þetta gervigreindastöf. Það verður að segja það. Höldum áfram. Sunderland tekur á móti Arsenal fyrir norðan á morgun. Er þetta ekki bara 3 points for the Gunners?
Jú, ég meina, maður yfirleitt heldur það með hvernig Arsenal er að spila og fá ekki á þessu mörk og ná alltaf að skora en Sunderland, ég meina þessi heimavöllur er geggjaður Sunderland Everton byrjaði aðeins betur, komst hann yfir Er Siggi Gunnars ennþá að fara með þessa ferð á þessum leik? Nei, hún er off Er hún off? Hann hlýtur að vera með aðgang að miðun sem bara náma í þessa miða, við getum bara flogið til mannstöð Það var geðveikt að fara á hún leik Sunderland Newcastle Var geðveikt Það hljóma vel Ég er alveg til það með Sigga Gunnars, það var geðveikt en það er í raun og veru magnað að sé ekki meira verið að tala um það að eftir 10 leikja þá er Sunderland í 4. sæti og með 18 stig innkoma Granit Xhaka aftur í enska boltan maður einhvern veginn held að hann væri búinn fyrir svona 4-5 árum síðan hann er bara stórkostlegur síðan þá vaxið aftur hjá Arsenal náttúrulega þetta ótrúlega Bayer Leverkusen ævintýri sem hann er allt í hlaupa tölunar hjá honum og svo kemur hann í Sunderland og þetta er sæning á þessi sísón Þegar þú horfir tilbaka, heldur að Arsenal hefði klárað einhvern bikar 24 eða 25 með manni svo Granit Xhaka, einhvern leiðtóðana Það má alveg fara rauk fyrir því Ég er ógeðslega hrifinn af Granit Xhaka og ég held að þetta verði drullu erfiður leikur fyrir Arsenal Man líka bara eftir sko, alltaf þegar það var einhver fætingur þá var hann fyrsti maðurinn til þess að verja sína menn og bjóða mönnum upp á gamla góða haus í haus Það er ólíkt, hann er frá Albaníu eða ekki Hann er Kosovo Albani Það er svona ólíkt þeir eru rólindis fólk ég veit hvað þú ert að fara, þeir eru rólindis fólk þannig að þetta er það stingur í stúf Það stingur í stúf heldur betur þar en þetta verður skemmtilegur leikur Ég gerir ráð fyrir svona 68% possession Það sem að sko liðin sem mæta Sunderland yfir Afríkjafna það eru the real winners of Premier League það er þægilegt Fáðu þið á Arsenal yfir Afríkjafna Ég held að Tottenham fá það er þægilegt Það verður þægilegt, það er að vera að gefa ykkur stig það Hvenær byrjar Afríkjafnin? Hún byrjar í kringum aðfangadag og að sjálfsögðu færi Tottenham og City fá það líka en það er enga svona gjafir á Old Trafford þar þurfa menn að hafa fyrir hlutum Það er nú bara einfaldlega rosalega mikið þar þurfa menn að hafa fyrir hlutunum aðri leikir helgina bara svona áður en að við förum á tippum á leikina þá svona leikur sem ég veit að kitlar kannski 1 eða 2 þarna úti og kannski fleiri er West Ham Burnley Þetta verður áhugaður leikur hjá okkur á Laugardal West Ham Burnley og þetta er leikur núna West Ham með samfærandi sigri þá geta það vippa sér úr fallseti hvað myndi það þýða fyrir Austur-Lundunarlið? Bara geðvegt skjörsanlega sturla, þetta er rosalega leikur er þetta ekki leikur, ég ætla að fara í tippuð eftir en þetta er svona ekta leikur sem gæti alveg 1-2 Burnley búin að vinna Newcastle á mánudaginn, veit ég hvað við svo allt í henni tapaði næsta leik rosa stemming með þeim en þetta voru góður á Newcastle það voru sundaginn á sundaginn bara svo ég fengi ekki leiðréttinguna hérna en við slum ef að tippa á þetta strákum minni hver vil byrja? Ég skal ég ætla að fá að spyrja gerum þetta með Epic það er menn á rosalegu rönni þessa dagana og stöðlastjórinn sjálfur mættur frá Íslandi til Íslands aðeins að þefa á stemningunni hér á landi Risa, mér finnst þessi fjallganga svo skemmtileg á Epic þó að hún gangi aldrei upp hjá mér það er róandi stund sem ég áður fyrir að sofa þá finn ég 2 leiki upp á stuðlinn 2 eða eitthvað, 3 kannski og á alltaf þessu stund á kvöldin þess að ég finn leiki hér hefst fjallgangan á morgun þetta er svona þetta er resetar daginn hjá mér þetta er svona það er margir þá í einhverju svona öndunaræfingum eða eitthvað nei, þá fer ég að reyna að finna 2,0 stuðlinn góða byrjum á þessum það er auðvitað Tottenham á móti 13-földum Premier League meisturum Manchester United Evrópumeistarir á móti United ég ætla að segja 2-1 Tottenham Hotspur aldrei þrjumörku í þessu leik þetta er 0-1 Manchester United takk fyrir það Everton Fulham þetta er rosalega leikur ég ætla að segja að þetta var 1-1 0-0 West Ham Burnley ég stendi við það 1-2 1-0 West Ham Sunderland Arsenal ég ætla að fara eitthvað jatt til út í gunnir en ég ætla að segja bara Sunderland sigur 2-1 0-2 Arsenal Chelsea Wolves þetta er
Er Úlfar konum með stjóra? Nei Er þeir ekki að fá millispóra hann hérna Það gengur nefnilega erfiðlega í stjóralitinni Fenguðu nei Ég ætla að segja samt 1-1 Já Robert Edwards Hann er ekki að koma Ég ætla að segja 3-1 Chelsea Ok Það er ofið augljóskunni Gjör svo vel Hvað varst þú með Hjálmar? 1-1 Nei Hjálmar Ok Aston Villa Við verðum pólist, þið verðum að klippa þetta saman því hann er með 0 rétta þar sem aðeins Aston Villa Bournemouth Þetta er klassik 3-2 Aston Villa Hlæja núna Þetta er allt til á teipi Skala þetta eins og niður, þetta er bara 1-1 Brentford Newcastle Þetta er því miður 1-2 Newcastle Þetta er 0-3 Newcastle Crystal Palace Brighton Þetta er erkifendaslegur Þetta er 2-2 1-3 Brighton Forest Leeds Þarna held ég að Leeds steliðir 1-0 4-2 Leeds 4-2 Leeds? Já, 4-2 Leeds Leeds skorið 4 Sean Dice fá þessi 4 Já, 4-2 Leeds Pótið þetta hjá okkur Manchester City Liverpool Það er 2-1 City Ég ætla að segja 3-3 Wow, þetta verður Ég ætla bara að fá bæta einu leika því þú spenntur, hann klóðan 3 á morgun og verður í Docksson, það eru toppliðin í Championship-deildinni Stoke og Coventry Það er bara leikur sem ég get ekki beðið eftir að sjá á The Brit Ég held að Coventry vinni það 1-2 Coventry Ég held að Stokarinn harkaði út á heimavelli 1-0 Takk fyrir það Þetta verður geðveikt Muamba þetta er að Mubama Divini, þetta er hann að strákurinn sem var ekki City eitthvað komið með hann Divini var ekki og hérna hann er á láni Stoke það er svo gaman að fylgjast með honum og það er svo góður andi á þau breytt ákvarðat núna nánast eins og andin í Einar á því að þín tækifæri er þeim hvatning til að gera ennþá betur í dag en í gær já þetta má með Einari á það held ég vinnir og lúsir á stráki, ég ætla að velja ykkur báða vinnara því ég ætla að afhjönda ykkur hérna hapatreyðuna góðu herru og svo er ég velta einu fyrir mér þið geti gert eins og leikmennir, skipt getur skipt skipt við hvern annan eru við sömu stærð? já, þeir eru báðir í sömu stærð þetta verður spennandi sko, málið er það láguði hérna leikmenn Breiðabliks í gæri þeir eru komað sjakkar leikmennum og herru, skipta voru menn í því já, auðvitað hvað er ég að fá? Hvað er ég að fá? Þetta er eitthvað þetta er fallegi litur allavega Port Vale Þetta er Ipswich eða hvað? Nei, það er Ipswich Town Þetta er einhver mest földi litur á fótboltatreyju Ég er spenntur að skipta þessari Hvað erum við með hér? Við erum með Puma og við erum með hvað? Port Vale Það er Stókarannir Það er Stókarannir Veistu hvað gárungarnir í Stók kallar Port Vale? Nei Port Vale Rígurinn er slíkur Þessi geðvik Við fengum helviti flottar Þetta er líka svo skemmtileg litasamsvörun sko, blikt og svona neongull sérstaklega þegar þú ert líka róðin skilur hvað ég held að blikt klæði vel það klæði mig vel út af freknunum klæði mig ekki vel nei, að þú ert rauðhærður það er lega bara jarliti sem þú getur verið þessi brúni jarlitur og grænt í lagi, jarlitinir passaðu upp á að vera í réttum litum þetta var skemmtilegt já, hver er vinner og hver er lúser eftir þessa viku Gunni og Auðun Blöndal, vinner verið morgundaginn, það eru geðvegt báðir náttúrulega eru sigurvera fyrirfram já, það verður magnað að fylgjast með félugunum Haukar, eru þeir ekki vinnar bara búin að vera að raða inn mannskaparna komni greinlega haugur af peningum í fótboltanna geggjað maður veit að Guðjón Pétur Lýðsson er víst alveg svakalugur í símanum, ég veit að Bullis Media þeir eru fannir að setja ykkur að peninga það inn nú er það einhvern miljón kall eða bara til þess að geta að klára þessu stóru sæn Óskar Örn og Pablo Puniet og þetta er svakal er lappaður þess að deild já, það gera þeir ef það er í lagi ykkar vegna já, pottið að þá var ég með hérna nafn sem að er núna bara alveg stóluð mér já, ok, það er bara ekkert ég hef ekki lent í þessu áður ég var bara alveg handviss með nafn það kemur hérna eftir smá haldið Kaupi djúðar flottur í gegn Kaupi var geggjaður en hann var að væla yfir orðfæri og dónaskap í hérna
ég átti að snorra þá duttu af mér allar dauðar sko. Því að sko Gaupi hefur verið mjög harður krítikar heina á þessa og við munum eftir þegar hann fór í Atla Eðvaldsson þegar hann var með landsliðið okkar og Gaupi nú sá strangast og harðast í þessu öllu saman þá baði ég bara time þá var ég bara ef ég hefði verið þarna í settinu þá hefði ég bara tekið hendur og sagt ég farin svo ég ætla að leifa ykkur að klára þetta því ég reyna alltaf að vera faglegur en hann það ekki þetta væli við einu eða neinu en hann var frábær í svona þætti Gaupi, we love you ég held Jeffs klárlega vinnir hann komið fennarlið Breiðabliks klárt hann búin að fá blikaknúsið frá mínu manni? Já, hann búin að fá það og ég hugsa að ef það í lagi ykkar vegna að ég fá að velja Freyja Alexandersson líka absolutt alltaf flottur en bara það í lagi ykkar vegna það heldur betur í lagi Bullis Media eru 30 ára í dag eru þeir 30 ára í dag 3 years of winning to the state og náttúrulega verið taka bæði við krypto og venjulegum peningum það eini staðurinn sem ég geta borga með krypto það í Bullis Media ég ætla að fá að velja líka 2 í viðbót aftur að það í lagi eitthvað vegna ég fór og fekk með 2 personal coaches í gær niður í Smára það Arnar Löfdal annars vegar sem náttúrulega natural born shooter og dribbler og Mikael Máni Hrafnsson sonur Hrafns Kristján sem með blikaliði núna Mikael Máni svona once in a generational basketball coach og hann var svona aðeins að bara vinna með mér hvenar ég á að fara í dropsteppið hvenar ég á að posta þessi leikur á morgun, það grín hvernig ég á að nota lappirnar í skotum og það var svona aðeins verið að fína sér að strókuna bara Hjálmar, ertu með eitthvað fleiri sem þú vilt vera með vinnir eða lúsir? Ekki fljótu, þetta nú eiginlega bara mest allt komið, Birgitta Líf gerði létt grínaði á TikTok bara að vera einhlepp gaman að því gaman að fólk getur gert grína sjálfur sér það og svo náttúrulega bara íþróttafélagið HK að ráða Gunnar Frenda gleði, virðing metnaður það það sem að HK stendur fyrir það gleði, virðing og metnaður þetta út allt herðu, ég ætla að fá að velja savage moment vikunar ef það í lagi eitthvað þegar Einar Þorsteinsson sagði Kristúrnar Frostaveturinn mikli þeir framsóknarmenn voru winning þar þá hugsaði ég, þessi 5% sem við höfum verið að mælast með í konunum double that ég myndi segja triple that en hann bara með þetta build back better program hann ótrúlega hann mun alveg bjarga Reykjavík ég ætla að segja að því miður lúser og þetta hverfi sem að mér þykir vænt það Breiðholtið og það alltaf rosa svona heitt eitthvað, ég elska Breiðholtið og alltaf einhverju gaurur eitthvað, ég sveppi hérna, ég elska Breiðholtið ég myndi aldrei búa og ég er aldrei þar ég ekki að vera á króknum ég myndi aldrei búa ég elska Kópavog í Bíkópavog veist hvernig ég ég er búið í Reykjavík ekki alla þessa hörmunar en þú er átt á einu nú búið að taka bíó að Breiðholtið Álfabakkinn að fara og það it brings tears to my eyes af því að þarna labbaði ég í bíó ég labbaði upp með dósir, kannski 3 dósabóka fá peningin, takk fór í músík og myndir kefti kannski 1 disk og fór í bíó og Tank Girl af því að það var alltaf ódýrt að vera á hana og labbaði síðan kannski einhvern annan sal þetta búið Tank Girl ég hugsa að ég geti fara aftur til fortið og myndi ég vilja fara og hitta þig ég sá aldrei Tank Girl hún kom út 95 en ég keypti oft miða á hana því að hún var alltaf 3-dagstilboð en þeir voru alltaf með tilboð á henni þetta var einhver svona Árni Samar einhvers konar feministi hann vildi að allir segja þessa mynd ég hef örgla ég hef hægt langt oftast í bíó í Álfabakka ég ætla að byrja með seinta fyrir bíó því að ég ætla bara að flytja í bæinn 2008 að þetta var þeir staður þá var Álfabakkin svolítið minn staður ég fara á stefnumót ég fór á stefnumót á þarna og ætlaði að fara á James Bond mynd með stelpu keypti með hana fór í hádeginu, keypti með hana og bara allt klárt og ég ætla ekki að fokka neinu er klár með hana, átti stressaði fyrir þetta allt saman kíkti á með hana og sá ég keypti á vitlausa mynd Twine og ég bara keypti á Twine ég hugsa bara með ég þarf ekkert að smikla mér í salin fer með hana þá var ég heppin þetta var The World Is Not Enough já, ég hélt
þeir gleymdu að setja punkta á milli. Ég held ég hefði keypt á myndina Twine. Já. En þá var þetta sko stytting af því að þá gat bíómiðin ekki ráði við The World is not enough. Já. Þannig að á myndina fórum við og eiginlega ekki neitt þetta er vonlega staður fyrir stefnumóta þegar bara haldið kjaft þetta er agalust og því ég er spjallari ég mæli ekki með því að fara í bíó það er rosa svona, ég er alveg spjallari þú talar, ég alveg lendur í því veistu það, þú ert svo óöpinn það er líka svo fyndið þá bara, ég er alltaf óöpinn Twine, ég var alveg ég fekk, man en þána maður sem ég fekk þegar ég sá að það stóð Twine á meðan hvernig tókst mér að fokka þessu og mættir í áttínu 8-9 tíma fyrir þetta var alveg klárun á miðum allt á hreinu ég er mikið svona frumsýningu og forsýningu ég var þar að sjá þetta fyrst þú geta talað þetta fyrstur í bekknum og svona bara sjá hann ég fór hann ekki þetta er rosa Hjörvar var 99 mættur ég vil að þið verið til í að vera aðna maður við fara í neyða já með æsver neyða já með æsver Dóttarfútból verður í fatnaði frá æsver á Etihad vellinum á sunnudaginn flottir, þarna, góð jakkaföt myndir af Gunnar Birgis flott jakkaföt, svona blá striped skyrta, flott ég var að finna fer honum vel og Hjálmar í Tommy Hilfiger var alltaf mikið í Tommy, á þess að skipta ekki lengur við Tommy erum að fara á herrakvöld Tindastóls á næsta lögadag það verður gaman ég er að fara á herrakvöld HK í kvöld og herrakvöld Selfoss á morgun geðvegt ég ætla að vera með uppbóð í HK það eru gæjar að það komnir upp í Evrópið sem eiga peninga til að taka hverja einustu krónu við Tommy höfum tökið það myndi GB hafa hjamma í 1-1 í fótbolta má ég segja eitt samt í dag er náttúrulega hraðið mín miklu minnu allt það en í millimóti, minnst þið millimóti veistu hvað millimóti er? Skaustur á miðju og inn fyrir miðuna inn tek þig, allan daginn já það er að því að sko, ég get ekki, ég er örfættur og ég er með lið þó ég myndi samt vinna þig en það er alltaf leið við skoðum það eitt menn það þarf ekki að segjast þér að betri í öllu nei, máleika alveg bara hjá með ertu Jamie O'Hara aðdáðandi ég veit það ekki, nei Gunni, myndir þú taka við vikunni á Gíslamartinni ef þér myndir bóðast það? Ekki vikunni, en ég myndi taka við slottinu, já með einhvers konar þægilegt spjall bara þægilegt spjall og hlusta og konur og kalla ég myndi þetta verið völkin það er alltaf eitthvað og reyna að gera mitt besta í leiðinni verður Káur fyrir ofan Valnæst tímabili? Nei, það já segir Hjálmar já segir Gunnar já nei hjá mig bílasæli tókstu hristingar fyrir sölu við tökum ekki þátt þetta er döðlukongurinn góð spurning svarinn persónulega bara myndi GB flugskalla gagnrýnandan Jónas Sen eftir að hann lýsti tónleikum áltagerðisbræður á Karlakóðs heimis sem bræðlausu skýring ég las þetta í gær og ég sagði bara, hefur maðurinn enga virðingu fyrir jú en hann er bara við vorum að tala um að Tottenham hafi verið ömulegir síðustu helgi mér finnst þetta mjög svona hvað ég að segja, mér finnst þetta óvæð vilt þú bara allir fá 5 stjörnur og viltu bara fyrir aftur í gamla fari en þannig ertu bara með þú aðeins en áltagerðisbræður hafa verið að ströggla með þess að mamma var bara bara nóana að gera sko Rósin áltagerðisbræður bara hún sagði bara ég er bara nóana að gera reddaði mig svona hvítum túborg já þú setur þetta svona það var til lagi herðu má segja væri Michael Jackson eftirhermikeppni eina sem blöð myndi hafa gibi hann er betur en þú hann er helviti góður í mest til listalagt og þetta væri ekki það eina en MJ-in hjá blöðarinn er Vigdís Hafliðadóttir systir Hjörvars? Nei, hún er ekki systir minn hún er það ekki já, fullt af systurum en Vigdís er ekki eina þeim það væri gaman samt það væri gaman, já, rosa gaman er þetta tveggja hesta hlaup milli Bournemouth og Arsenal titilinn spilir Tryggvi Þór Skúlason? Nei, ég held að Bournemouth séu svona að stimpla sig út úr þessu
þetta ekki alveg 7 stig? Ég held það. Já, var Gunni íþróttahetjan í grunnskólanum sínum í den? Því að nú ég búin að segja að vera svo góður í íþróttum, varstu við hetjan? Svona, voru margir með vonir að þú færir alla leið í íþróttum? Við vorum hann bara einhver svona hópur af einhver svona íþróttagæjum, sko. Ég og Ingvars og Valur Orri Valsson og fleiri skemmtir, Jónas Rapp. Gunni sami íþróttumar frendi sinn, Jack of all trades, king of none? Siggi Sör. Já. Vantar því svona að vera góður í einhverju einu? Þú ert mjög góður í korfu, mjög góður í skíðagöngu. Já, ég held reyndar að þetta sé bara svona nokkuð akkurat. Maður hefði verið til í að ná kannski svona að hámarka sig í einhverju einu en í staðina þá maður svona slarkfæri í ýmsu. Fekk naflin einhvern tíðan svar við því hvernig Stefán Einar byrjaði í Morgunblaðinu? Nei, hann fekk aldrei svar við því. Hefur Hjammi séð betri öftustu 5 en Arsenal á þessu tímabili? Þetta frábær spurning. Já, ég að segja það, ég horfði að AC Milan í 90s. Já, það var alveg en var það sama tölfræði? Sko núna eftir að friðarveluna hafi FIFA Donald Trump stoppaði stríðið í Mið-Austurlöndum, þá mun þá RÚV sína palestínsku deildina, spyr Svanur Guðmundur Árnason. Verður palestínski boltinn, þá munum við fá að sjá. Kannski Gaza á heimavöll á móti Rafa United. Það fótbolti blómstrar í Palestínu. Já, þeir eru að spila fullu og eru bara fínir, sko. Ég set alltaf aðeins á þá bara til að sína stuðning. Já, vel gert. Og deiliði síðan á samfélagsmiðlum. Þeir eru með fínustu liðana. Þú deilið því á samfélagsmiðlum. Það flott hjá þér. Það eitt af því sína öðrum hvað þú ert að gera. Gunni, ertu með sænska ískápinn í fantasiliðinu? Jökeres. Já, hann bilaður endur núna. Já, ég ekki með það, nei. Hefur hjá mig ennþá trú á titilbaráttu og Spurs? Ég hef ennþá fulla trúi, já. Þetta eru rosalega margar skemmtilega spurningar, maður. Gunnar Birgisson andlit neysluhyggja á Íslandi? Nei, það myndi ég nú ekki segja. Þetta þetta mjög góð. Já, Tómas Steindorsson hann var svolítið grimmur. Við vorum saman í Jófrún í gær og nei, það Nei, það ekki, ég þoli ekki þessa neysluhyggju hérna í kringum jól. Getur einhver úr Dokk-familínu unni GB í einhver íþrótt? Já, ég held að það séu ansi margar íþróttunar. Ég væri til dæmis að sjá Gunnar keppa í 1500 metra hindrunarhlaupi við Jóa Má. Þú veist, við verðum að fara að hætta þessu. Ég nenni þessu ekki, sko. Ég vil ekki keppa í hindrunarhlaupi. Það er bara geðvegt. Og þú veist, hver eftirspurnin? Hún engin. Hún er töluverð. Að sjá Gunnar Birgisson svona frægur maður hoppa í Jake Paul, eitthvað svona Mr. Beast. Já, en þetta eru gæðar sem að they make dollars. Ég making $0 á morgun. Já, ég sá það á bílnum. Ég sá það á bílnum á Já, ég er making $0 á morgun. Þá ég making $0. Býta þess, það eru velun eftir þetta. Slaka þess á. Ég get að lofa þér því að það eru meirinn $0 þar. Svo líka annað. Nafn að stekka. Eftirspurni meiri. Hvað að gerast næstu helgi? Herrakvöld. Já, í mínum heimabæ. Svona. Í mínum heimabæ. Nei. Þetta er á Króknum. Þetta er ekki Mosó. Er eitthvað í Dokk-rúnu sem gætu eitthvað átt í Gunnar Birgis? Nei, ekki séns. Gunnar Birgis, hann er góður í körfubolta en hann er trilltur bróður hans fór alla leið. Gunni hafði bara ekki hausinn í það. Það má alveg fara okkur því. Er það ekki bara rétt? Jú, það var rétt. Þú veist, en það enda, hefði ég aldrei haft hausinn í gönguskíð? Þú ert að vera alveg... Nennirðu að hafa óhelga nótt það á seint núna? Það ekki að fara mjög. Meðan við erum með þetta undir. Alltaf að testa það. Mér finnst alltaf að testa það. Ert þú á testa, Hjálmar? Nei, en ég var til í að fara að testa það. Ég er að prófa. Þú er til í að fara að testa það, já. Það eru alveg glettilega margir í þessu, eða ekki? Í því? Já. Nei, þú ert ekki að tala um testa stera. Já. Testosterón. Testosterón. Nei, testa bústið eitthvað. Já, ég er til í það. Hann er til í það. Má ég bjóða þér heimsum ból? Nei. Eða viltu að ég fari beint í helg? Þetta er hann, já. Vá, takk fyrir að láta mig vita. Þetta eru öll lög. Þú vilt fá helganótt? Helganótt. Lifandi flutningur í Hallgrímskirkju. Með mótættukór Hallgrímskirkju. Ég verð að stoppa þá þetta lag.
Það gjör svo vel. Við ætlum að þá að fara. Nú ég finn lyktina af hrygnum. Shit. Hamborgarhryggurinn komin inn. Já, frá Keflavík. Eru þið allir með hrygg? Já, sjálfsögðu. Ég þoli ekki, ég þoli ekki þegar fólk eitthvað í rjúpum. Hafið þið rjúpunar þegar fólk komin í steikur eða eitthvað svona dæmi, sko. Nei. Svín á mitt borð. Já. Setið svínið á borðið. Hangi kjötið. Pabbi er búinn í baði. Matinn á borðið. Sirkus Billy Smart sko, og á aðfangadag ég drekka aldrei fyrir 7 það er bara eftir klukkan 7 það er alltaf verið eitthvað, veit ekki rauður verið eftir 7 áðan var það í hátteginu aðfangadag það voru 8 á því það förum í þetta er rosalegt lag, þetta er svakalegt lag. Förum í El Grande með kemi.is. Það veit að kannski ekki margir en Hjálmar heldur út öðru hlaðvarpi þar sem að talar hispurslaust hlutina og sjáðir eru hlutir sem myndu aldrei heyrast til dæmis hér. Meðal annars var ég í kynfræðslu á sínum tíma og þar var ákveðað þegar við myndum tala kynfæri kvenna að hvaða orða ætti að nota. Ég rétt upp hönd ég sagði að ég væri með þið fullkomna orð og þá sagði ég, hvað er það? Ég sagði, rifa og hún spurði bekkin eru hér, aðri sammála þessu og þá voru náttúrulega mínir menn í bekknum að sjálfsögðu, já, við erum sammála þessu og við náum þessu í gegn svo er það ekki fíblalæti með þetta orð þannig að þá sammeldust við að þetta er kallur rifa það sem ég heyri íþróttarfréttamenn mér hafði þetta sniðut 93 en þegar að boltinn er í pungin á okkur þá talar fermingabróðurinn sem að þetta er 30 ára gamalt og ekki lengur sniðut en það er ennþá verið að segja þetta ég vil fá nöfn yfir lim sem þið kunna á íslensku í El Grande til þetta, gjör svo nótt ég ætlaði að byrja á Skinsokkur skvettur skinsnótt þetta var í myndinni Twins með Arnold Schwarzenegger ekki vera heikslaður eitthvað verður bara þú sjálfurkunni þetta er ekki þetta er búið Gundull, já þetta er náttúrulega ekki hægt við erum bullandi kall með þetta Gundull, við erum eldri en þú sko fyrir reður Skaufi yfir tólið tólið BCV ég fer í sko ég veit náttúrulega ekki hvort þetta sé viðurkennt en ég fer í kókdósina, hafið þið heyrt það? Menn eru með sem sagt þennan kókbotn sem allir að fara til Tyrklands núna að láta búa til fæði ekki þetta samt þetta? Ég á eitt vin sem er algjör að kókdó sko ok, býtu, þá fer ég í vorum búin böllin? Nei, böllurinn Böllur eftir Tippi Já, tippi, vel gert Það er eitthvað áskilt Já Með elli bara Já, Tilli, það sjálfsög Tillin Gunnar Það er guðlast að vera með óhelganótt undir þessu Ok, þá skulle ég bara Nei Hvað þú treystir ekki Erðu ég meitt geðvögt? Já, ég vissi það Ég er góður í þessu þú er bara góður í þessu það var ekkert verið að testa í þessu Jónsson some people referred to it as their Johns já, það er lagi ég sé slátrið það er allir pakki náttúrulega okay. Það vartum allt alveg slátur heila í staðin fær hann í heilaða staðin þegar maður er að fá skot hér það er pungurinn Gjör svo að Gunni er ennþá ég er bara að hugsa núna ég er nú alltaf góður alltaf við Gunna en ég ætla núna að vera pínuvondur það er eitt eftir með þessi alveg reysa stort limurinn náttúrulega þetta var Hjálmar þetta sjálfsögðu það er mjög skrítið en mér fannst þessu Gunni af ekki eins og vilja vinna það vildi ég alls ekki gera maður er alveg upp við kristinfræði og kristilegu gildi þá er maður ekki að segja eitthvað svona en ég var bara, þú veist eins og það sem þú komst með fannst mér frábært eins og Göndull og Skaufi það er bara gömul íslensk orð að koma með Skaufarna þinn það var verulega
Skemmtilegt. Ég bara svitna hérna eins og einhver í kirkju Sko ég hefði gefið slönguna, veit að eða anakonda eða eitthvað Slangan, Apinn Apan, blengja apan, sögðu menningan á þetta Já. Það ýmislegt eftir Það ýmislegt Það bara margir sem sitja heima á sig núna og herru, ég hefði ekki unnið þetta af því að þarna ég bara að kenna ykkur íslenskuna samheiti, passa verið ekki alltaf að nota sömu orði þetta eins og þeir sem segja alltaf gríðarlega þetta orðið orðið marklaust hætti að segja þetta bakslag nei, förum og finnum önnur ról notum samheitabókina sem okkur var gefin notum bækvöldar Samheitabókin, góða minna það að Dr. Fútbolpítsan er klár laukur, pepperoni og laukur og hún fæst inn á dominos.is í appinu góða Doxón á morgun Bullis Media framleiti þáttinn góða já og svo ég að gefa peninga á Dynot 10 dæmi þar og svo þetta leikur leikjana sem leikurinn með Pay þar sem að Gunni búin að setja mynda sér með Clint Hill og Richard Dunn Hjálmar, hver svona einhver stjarnar sem átt mynda? Já, ekkert mikið, ég á Ledley King geggjaða mynd og ég náðu með þess að segja við hann thank you for everything you've done for Tottenham Hotspur veist það svona að vera Þurfum þetta að vera fótboltamenn? Já, þetta þurfum að vera fótboltamenn Þetta er fótboltamenning geggjað að skróla í gegnum þetta Það er ógeðslega gaman að skoða þetta hjá Pay og ótrúlegustu myndir þetta Martin Skörtul hér með Liverpool og hann búin að mála hann eitthvað fuglin í andliti á sér þetta eru alveg stuðnismæður þessi er vel veikur djúðan veikur Dóttur Fútból, þakka fyrir sig verið sæl